Velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á... Ánægja að vera með ykkur. Já, þú ert að hlusta á Sögumaríu og... Gunnar Inga. Fallegi maðurinn minn. Já, fallegi einhvern veginn. Forréttindi að fá að vera taka hérna upp þætti trúna og lífið. Já. Með sínum heittelskaða. Já, og við ætlum að tala trúna og lífið í dag. Lífið á Íslandi. Já, það er enda rétt. Spurningin sem við ætlum að... taka fyrir hefur biskup þjóðkirkjunnar eitthvað með okkur að gera? Já. Þetta er alveg mjög góð spurning, sko. Já, og okkur var ekki til, það var ekkit nefnt hver okkur var? Nei, en það gerir nú ráð fyrir samt, sko, að þegar hún segir, þessi manneskja, að hún segir með okkur að gera, þá gerir ráð fyrir bara... Alla kristna? Já. Eða fríkirkjunnar? Já. Ég get alveg sagt fyrir mig að hún hefur ekkert með mig að gera. Takk fyrir. Gunnar ekki. Það hverju einu ákveða sig. Já. Já. Ok. Ég er alveg mjög þakkláttur fyrir það. Hún hefur ekkert með mig að gera. Ég er ekki í þjóðkirkjunni. Þannig að... Já. En það er rosalega... Ég skil þessu spurningu út að við vorum að tala um það. Við erum nokkuð vissum að ég og Halldóra og Svafa líka Halldóra að það sé oft talað biskup þjóðkirkjunnar sem biskup Íslands. Þannig að það eru ógeðslega margir sem halda að ef þetta er biskup Íslands þá er þetta bara biskup allra kristinna manna á Íslandi. Já, ég ætla bara að ég held að þetta væri mjög hjálplegt að lesa hvað stendur á heimasíðu þjóðkirkjunnar starf biskups á Íslandi. Það segir, biskup er æðsti embættismaður þjóðkirkjunnar. Hún hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og starfi hennar í landinu. Já. Þannig að hún hefur allt með þjóðkirkjuna að gera. Já. Og það er svona snögglega svarað út frá þessu sem við fáum. Já. Þannig ekki biskup Íslands, biskup þjóðkirkjunnar. Já. Lútesku þjóðkirkjunnar. En rauninni, þú veist, það sem vorum að velta fyrir okkur líka er bara, þú veist, einu sinni fyrir löngu, skiljiði. Þú veist, þá settur biskup af því að, þú veist, þá var bara þjóðkirkja, skiljiði. Já, þá var náttúrulega bara drepið alla heina líka. Þannig að það voru heina, þú veist, það voru katholikar, svo eru svona, lúteskir sögðu, við þurfum að fara að búa fagnaðarindið, drápum alla katholikana. Já, það var svolítið öðru þessi tímar. Já. Svo í Bandaríkjunum, ef þú varst baptisti þar, sko, þá var bara, ef þú fílar vatni svona rosalega mikið og vilt alltaf láta skýra, það skulle bara drekka þér. Bara, þú fer bara núna að sjá Jesú, sko. Þannig að, já, ég skil ekki okkur, það var bara alltaf ein kirkja. Ég er ekki einast. Nei, þú veist, það var bara, já, það voru mjög margir bara svona kristnir. Meira þess að kaþólska kirkjan sem var hérna, var rosalega undarleg kirkja. Ég var að lesa sagnfræðibók sem að það var eitthvað bréf frá einhverjum kaþólskum prestum að senda til Íslands og þeir eru að velta sér fyrir því velta sér upp á því af hverju íslenskur kaþólskur prestur er að skýra börn í bjór og svo meitt, þú veist, þegar lúteski koma og þeir drepa alla kaþólikana þá eru drepa alla prestana og fjölskyldið þeirra, þú veist, þannig að og bara, ef þú veist eitthvað kaþólskar kenningar þá á prestur sérst ekki eiga fjölskyldu það er börnin hans og annars þannig að þú er svona, ok, hvað var að gerast á Íslandi í mjög langan tíma þannig að þetta var bara svona eitt og sér á báti sem kannski leiti ekkit út eins og restina kaþólsku kirkjunni eða lútersku kirkjunni en þannig að það er mjög áhugavert að pæli því en hefur ekkert með þetta að gera en sérst, hún er bara biskup yfir þjóðkirkjunni og veitir yfirsýn yfir kenningar og annars hefur tilsjón með kristnihaldi kenningu kirkjunnar og starfi hennar í landi. Já, og þannig að ég er allavega mjög fegin að hún hefur ekkert með mig að gera út af því að mér finnst hún hafa farið rosalega út fyrir línunar varandi hérna kenningar, þú veist, ef það er eitt af því sem hún á að halda uppi sem held ég vantar í þjóðkirkjuna út af því ég man allavega fyrir löngu þá var ég að reyna mitt besta að finna játningar þjóðkirkjunar svona hver er trúa játning þjóðkirkjunar, þú veist, varandi mismunandi hluti og ég átti allavega mjög erfitt við að finna það. Já. Þannig ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona skjalföst trúajátning, allavega fann ég það ekki. Nei. En
En allavega það sem að Biblian segir biskupa í fyrra Tímóteusbréfi 3. kafla og þetta orð biskup í rauninni sá sem heitir yfirsýn og hann segir hér, það orðið satt að sækist einhver eftir biskupstarfi þá gernist hann fagurt hlutverk, biskup á að vera óafinnulegur, einkvæntur, bindindismaður, hólátur, háttbrúður, gesturinn, góður fræðari, ekki drykkveldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fégjarn, hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu og heldur börnum sínum hlýðni með allri siðprýði, hvernig má sá sem ekki hefur vit á að veita heimili sínu forstöðu, veita söfnuðu Guðs umsjón, hann á ekki að vera nýr í trúni til þess að hann ofmennist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullin, hann á líka að hafa góðan orðstýr hjá þeim sem standa fyrir utan til þess að hann verði eigi fyrir lasi og lendi í tálsnöru djöfulsins. En þetta er rauninni það sem á að leitast eftir í biskupum kirkjunar. Og alltaf þegar Biblian er að tala biskupa eða svona, þá sem heitir yfirsýn, þá er alltaf að tala fleirtölu. Það var aldrei bara einhver einn biskup. Og það er kannski make a sense upp á bara að því að þú ert náttúrulega miklu meira hættu þú veist sem einn skilur að þú veist að í rauninni þú ert ekki með eitthvað sem að hjálpa þér að hugsa kannski gegnum bara svona hvað er rétt og þegar þú ert að standa náttúrulega líka örugglega meira svona hvað sem er viðkvæmur fyrir náttúrulega bara kannski á átökum og ef það er eitthvað verið að ráðast af manni eða eitthvað skilur þú veist það er bara ekkert gott heldur eða óvinsælt að standa á okkur skoðun þú veist það er bara ekki gott að vera einn skilur þú veist þú þarf örugglega en ég sé allavega en á þjóðkirkjunni þá allavega er mjög auðvelt bara eitthvað sem heitir stefnumál þú veist það er bara svona mál mannauðstefna og vinnuvarnarstefna og eitthvað en það verðist ekki koma inn á kenningar kannski mikið. Nei, og þá er það með eitthvað hvaða kenningar á hún að vera að venda og standa fyrir þetta því að mér finnst að kenningar þjóðkirkjunar hafa verið svona svolítið breyst með kenningavindum sem kom og fara hvað er samfélagið í dag og mér finnst frekar að þjóðkirkjan hafi verið svolítið áhrifið út frá samfélaginu frekar en að hafa áhrif á samfélagið. En veistu hvort að biskupinn sé í rauninni þurfa að starfa út frá ríkinu? Já, í rauninni er það þannig að ríkið og kirkjan þetta var á tímabili var þetta orðið vesen út af því að það var rosalega ofta á Íslandi gert þannig að þegar einhver var að deyja þá var hugsað rosalega svona work-based dæmi þar sem ég ætla að sættast við Guði núna þegar ég er að fara að hitta hann og ég ætla að gefa hérna kirkjunni land og eignir og svona þannig að margir gerðu það þegar voru að deyja hérna á árum áður og þegar það er búið að gerast í nokkur 100 ár að þá er mjög mikið af landinu í öllu landinu bara eign þjóðkirkjunar á þessum tíma að því leitinu til að það var orðið svo mikið af kirkjulandi að ríkið var farið að finna fyrir þrengslum að geta ekki byggt bæi og borgir og annars þannig að árið 1901 ef ég man rétt, þá gerðu þau samning við þjóðkirkjuna sem gerði það að verkum að þau sögðu, við megum byggja á landinu ykkar og við skulum sjá viðhald á byggingunum, við skulum sjá að borga laun til presta og djákna og basically sjá fyrir ykkur og það er engin endir á þessu. Þannig að ég held að eins og bær, til dæmis eins og Akranes er allur byggður á kirkjulandi. Sem hefur gert það að verkum að það er engin leið til að bakka út úr þessu. Þannig að þeir eru tæknilega þessi prestar þjóðkirkjunar eru starfendis ríkismenn sem að held ég að hefur gert það að verkum að kirkjan sé á þeim stað sem hún er í dag. Út af því að það eru góð laun, mjög góð laun að vera starfandi sem prestur og ég held að nokkuð margir hafi sagt ég ætla að læra guðfræði til þess að vera prestur innan þjóðkirkjunar, ekki út að ég kallaður á Guði eða vil þjónunum eða jafnvel að ég trúi á hann heldur langar mig að eiga gott starf sem borgar mig vel og er stabílt þar sem ég veit að ég mun hafa svona job security dæmi og þá koma alls konar hugmyndir þú veist, þannig að þú er með fólk sem að hugsa þetta sem stofnun, ekki fjölskyldu sem að hugsa ekkert endilega að markmiðið sé að segja öðrum frá eða boðtrúna eða sjá líf breytast, heldur meira bara viðhalda stofnuninni og þú veist bara ég fæ mín laun hvort sem að séu 2 að mæta eða 30 á sunnudegi. En alltaf gæti þá biskupinn tekið rauninni bara hvaða ákvörðun sem er fyrir hönd þjóðkirkjunnar og þyrftir rauninni ekki að hlusta á ríkið eða veistu, kannski er það erfitt að vita þetta. Já, allavega Ég er samt búin að finna svona siðareglur fyrir fólk sem vinnur hana. Já,
það gott hjá þér. Bara þegar það verður áhugavert að því að þú veist, maður veit svo lítið. Já. En þetta einmitt, ég held að vandamáli sé að það sé byrja að horfa á kirkjuna sem stofnun. Og einmitt þegar ég les þetta og ég sé Biblíuna alltaf að tala biskupa í fleirtölu, að þá held ég að mannst þetta Carhartt-buxunum sem voru svo vinsalar þegar við vorum svona 14 ára maður sem eru svona kössunum í. Veistu af hverju þessu kassar voru? Nei. Þetta er svona vinnubuxur sem var bara geta. Auðvelt að setja bót. Já, þú veist, ef það rifnaði að þá rifnaði oftast bara einn kassi í buxunum kom ekki svona alveg niður löppina. Það er þess að stoppa að rifan væri stærri. Og þannig hugsa ég svolítið það að ef við gefum okkur í það að byrja fleiri kirkjur og hver kirkja hafi biskupa, það sem vita yfirsýn og leiða kirkjuna og passa upp á kenningar og séu hæfir í það verk og að meðlimir þeirra kirkju er að passa að það sé þannig að svo sem leiði kirkjuna sé guðlegu maður sem að endurspeglar Guð vel að þá finnst mér það gera í rauninni þetta sem að Carhartt gerði í gamla daga, svona ef það fer eitthvað eitt úrskeiðis hér að þá hefur það ekki áhrif á alla buxunar þá er bara einn kassi farin úr en ekki veist, eins og ef það fer eitthvað úrskeiðis í þjóðkirkjunni í biskupsskrifstofu eða hvað sem það heitir að þá er bara öll kirkjan bara farin sko. Og það er bara hefur hræðilega áhrif og ég held að vandamálið er að ég held að þjóðkirkjan hafi í þeirri meiningu að reyna að lækka þröskuldin inn í kirkjuna og segja hei, við ætlum að bjóða fólki inn og gera auðvelt fyrir fólk að koma inn í kirkjuna þannig að við ætlum ekki að taka rosa sterka afstöðu að einhverju sem að Biblan talar klárlega að þá hafði það raunverulega gert það að verkum að fólk sé átt að segja á því að þú hefur ekkert upp á bjóða sem að aðrar stofnanir get ekki gert eða félagasamtök. Ef þú segir þjóðkirkjan þá ertu að meina biskupinn af því að hún setur náttúrulega, eins og við vorum að lesa hún setur tilsjónuna fyrir öll þessu þannig að ef að biskupinn segir skilur ég vil hafa kirkjuna svona þá náttúrulega bara kannski kemur allt, sko. En svo náttúrulega er alveg fullt af fólki sem vinnur hérna þjóðkirkjunar og er ekkert endla sammála en vill reyna að taka þátt í að reyna að breyta eða eitthvað svona. Já, ég heldur reyndar að ég hafa hlustað eitthvað viðtal ykkur prest fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann var að taka þetta fram að það er alltaf mikið vægi gefið biskupnum og kirkjan í rauninni þjóðkirkjan hafði verið byggð meira þannig upp að biskupin getur komið á farið en veist, það er meira vald innan hverja kirkju fyrir sig en ég held að hann var að tala um það að það er orðið svolítið meira þannig að biskupin hafi bara svona alveg áhrif alla línuna niður sko. Okay. Og þannig ég veit ekki hvernig hún er byggð upp en allavega eða þú veist, fyrir mig sem utanaðkomandi manni sem horfir bara inn á við þá hugsa ég bara það lítur þannig út að kemur eitthvað biskupin með slæmar hugmyndir þá er það bara slæmar hugmyndir fyrir alla kirkjuna og ef það kemur eitthvað með góðar hugmyndir þá alveg eins geti ég haft góðar hugmyndir fyrir alla kirkjuna en maður lesa bara eitt sko, í siðreglunum hann segir bara fyrsta gerast starfsfólk viðir þjóna kirkjunar eru fulltrúar kirkjusinnar og gæta þessi starfi og engalífa hafa virðingu hennar í heiðri og leitast við að bera fagnaðarendi Krists vitni í orði og verki með því að og fyrsta bara að gera sér far að mæta hverjum einstaklingi kærleika Krist með virðingu eftir því sem skilningur og samviska bjóða hverju sinni og láta sér andum líðan og velferð annara. Já, en hvað er með orð, eða þú veist, þess að orði og verki, þannig að tala mjög mikið um verkið hana, en hvað er orðið, þú veist? Þetta er fagnaðarendi, rosalega gott orð, en ég svona pæliði hvað er fagnaðarendi fyrir þjóðkirkjunni og þeim prestum sem vinna hana eða biskupnum. Þetta ég veit ekki hvort að við séum með sömu skilgreiningu á því. Á fagnaðarendi? Já, þú veist, þetta Nei, þess vegna hef ég áhuga og þau segja að bera fagnaðarendi Krists vitni, skilur. Er það yðrist synda ykkar snúið einhvern til Jésu Krist, hann er drottinn, hann er frelsari, hann er eina leiðin til föðurins, án hans er við að glatast, þú veist, ég efast það einhvern. Hérna stendur í síðasta 21 gæta þess að vera málefnaleg og gæta varkárni í ummælum kenningarleg og guðfræðileg mál hvort sem er í samræðum eða opinberlega. Já. Það Jésu var nefnilega rosalega málefnalegur þegar hann kom með svipuna inn í himnastrið. Nei, ég veit að ég skil, þú veist. Og ég ströggla alveg við þetta, þú veist, hvenær á maður, það er rosalega fallega atriði það sem að syndarar eru komið til Jesú, hann tekur svo fallega á móti þeim, hann skafar ekki á sannleikunum, hann segir farið og syndið ekki meira, en svo talar hann svo ótrúlega alvarlega, talandu bara þeir eru nöðrukyn, þeir eru faðir eitthvað Satan sem er legari og hefur verið legari og eitthvað svona, þú veist, og mér sýnist það oftast beinast að trúa leiðtogum, það sem að þeir eru að leiða fólk í villu og það er mjög erfitt fyrir mig að reyna að, þú veist, ég veit að fólk býst við að meina ég sé svona mála með og það, ég á ekki að vera deilugjarn en hvenær á maður að vera bara
álvarlega að segja hei, þeir eru að leiða fólk í villu það er svona það sem ég sé er rosalega mikið að svona fara frá Biblíunni og ég get skilið að Jesús sé það skilur að því að hann náttúrulega hugsa bara þú veist, ok, ég er búin að setja hérna skilur leiðtóa hérna yfir og svo þeir bara að leiða einhvern veginn fólkið í eitthvað allt annað en það sem er ég þú veist og hann segir sko, ef þið gerir eitthvað á móti þessum litlu það er betra að Millusteinn væri hengdur hausinn og þeir hendi út í sjóin hann bara talar bara ef þið afvegaleiðið litlu börnin þú veist og ég tek því mjög alvarlega, þú veist, Jakobsbréfið talar að ef þú ert kennari, verið ekki margir kennarar því að þið verið dæmdir harðar það verið meiri dómur á okkur fyrir það sem við segjum og ég pæli því bara svona ok, hvenær á ég að vera bara svona, hei, hvaða rugl í gangi, veistu, það er ótrúlega mikið rugl í gangi að mínu mati og ég get kannski farið í það og kannski tekið smá dæmi hérna, þú veist, ég tók eina grein þar sem að kom eitthvað biskup og hann segist vera að vilja vera íhjálpsöm í en samt frjálslynd og ég veit ekki, þú veist, allavega enn og aftur, utan að koma til aðli að horfa inn, þá lítur það út eins og þú vilja íhjálpsöm í öllum hlutum sem skipta engu máli og frjálslynd í öllum hlutum sem að hafa með kenningu og Jesú Krist að gera og sé sannleikur sem leiðir til eilífslífs eða eilífsglötunar, þú veist, þannig að íhjálpsöm í því að, þú veist, hafa eitthvað svona, þú veist oljusýr hálsinn eða skikkjur eða einhver svona mannahefðir varandi, þú veist, kirkjuna og hvernig hún lítur út og hvað er gert, eitthvað sem er ekkert nefnt í Biblíunni, þú veist, það er ekki talað hvernig þú ætti að klæðast, en svo ertu mjög frjálslynd með bara kenningar í Biblíunni, þú veist, þannig að ég með eina tilvinninu sem ég langar kannski að taka fyrir og bara lesa nokkuð vers. Ok. Í pásinni ætlum við að hlusta á hljómsveit sem heitir Faithful, allt með stórum stöðum og lagið heitir How Long. Herðu, mér langar bara að segja hans frá því að við hjá Lofstofunni Baptistakirkju erum með samkomur á sunnudöfum klukkan 11. Samkomunar eru á ensku, við erum staðsett í Fagraþingi 2A og svo eru við líka með heimahópa ef við vikuna, en þú getur svo bara fengið ítalara upplýsingar það þegar þú mætir og kíkir í kaffi hjá okkur. Sjáumst. Herru, mér langar líka að taka það fram að Trú og Líf er komið heimasíðu, þess að trúolíf.is, það sem við ætlum að láta þessa þætti, en líka meira af kennsluefni sem tengist ýmsum atriðum sem tengist Biblíunni og við vonum að það sé þér til uppbyggingar, en svo erum við líka hægt og rólega að fara að bæta inn greinum og meira efni í framtíðinni sem við vonast til þess að hjálpi þér að vaksa í trú og von og kærleika og þannig að ef þú vilt kíkja á það, þá er það trúolíf.is. Velkomin aftur í þáttinn Trú og Líf. Þú fyrir að hlusta á Svövu og Gunnar. Við erum að tala hvort að biskupinn hafa eitthvað með okkur að gera. Já. Og er ég búin að vera ofharður? Halldóra sagði ekki neitt hérna. Halldóra, segðu bara hvað umverulega finnst núna. Halldóra. Ég vil taka fram. Ég elska þetta fólk. Ég hef mjög mikla áhyggjur af þessar kenningar sem hafa komið upp og sérstaklega, þú veist, ég elska Jesú og mér langar að hann sé dýrlegur og hann sé hátt upp hafinn og mér langar að endurspegla hann, mér langar ekki að vera leiðilegur, en mér langar líka að taka alvarlega það sem Jesús tók alvarlega og ég held að það hefur svona margt farið úrskeiðis þannig að varandi biskupa og það er ekki það að þjóðkirkjuna hafa ekki verið með góða biskupa meðast Sigurbjörn þegar hann var Sigurbjörn Einars eða eitthvað, hann var rosalega flottur maður og svo hefur þetta svolítið farið svona niður á við og ég myndi elska það ef að þjóðkirkjan væri komin á betri stað það sem að stendur augljóslega á kenningum. Mér finnst ótrúlegt að finna blað það sem hefur voru að taka á við kenningur votta Jehóva og vara við þeim og ég hugsaði, þetta var 50 ára gamall blað frá þjóðkirkjunni og ég hugsaði, ég veit ekki hvort að þjóðkirkjan myndi gera þetta í dag. Já. Að vara við slæmum kenningum sem að hafa slæm áhrif á líf fólks og það er hluti að kærleika að vara við svona slæmum áhrifum en hann að taka ein grein hérna á Vísi og mér langar að taka hérna eina tilvittnun sem hún nefnir vilt þú segja eitthvað? Mér eins og ég sé bara Já, ég er bara svona að hlusta en já, þú mátt lesa hana og það er, sem dæmi þá var hann að segja hérna Guðrún segir að Biblan segja ekki fólki að þau eiga að trúa á einn ákveðin hátt.
hún sé samansamt fjölda bóka sem hafi fyrst og fremst að geyma reynslu fólks af Guði og síðan Jesú Kristi. Þetta ekki leiðbeiningabók hérna kemur tilvinnun, þetta ekki leiðbeiningabók það hvernig við eigum að trúa, hver einasta manneskja hefur rétt á að trúa eins og hún vill, því að trúinni í þínu hjarta og það það sem stýrir þinni trú raunverulega. Og þannig og það sem ég hef áhyggjur af að fólk sjái, ok, hérna biskup Íslands og það svona titillin sem margir nota fyrir hana og segir, þannig að hún hlýtur að vera að endurspegla þá hvað Biblan að kenna svona vel og og þetta náttúrulega inn í þinni samengi þá hún að tala náttúrulega kristinamanna, þú veist hún ekki að segja. Nei, hún að segja hana, þetta ekki leiðbeiningabók það hvernig við eigum að trúa, hver einasta manneski hefur rétt á að trúa eins og hún vill. Já. Þannig að Biblian ekkert að segja þér hverju þú átt að trúa, hún bara að segja þeim frá reynslu af Guð og Jesús og þarf þú að ákveða hverju þú trúir. Já, en ég bara segja að því að hún á að vera talsmaður fyrir þá sem kristnir, skilur, þú veist, hérna, að því, nú ég bara að tala um að því hún segir, hérna, hver hefur rétt á að trúa eins og hann vill sem alveg rétt, við erum ekkert að fara að segja við eitthvað sem ekki kristinn, bara þú átt, skilur, eitthvað svona. Það hafa allir þann rétt og unni, þú veist, getur aldrei neitt fólk til þess að fylgja þinni trú þegar hún snýst að elska Guð og þú getur ekki neitt fólk til þess að elska neitt, sko. Þannig að það alveg svo sannlega þannig, en að segja samt að þessi hugmynd að Biblian sé ekki bók sem segir hverju þú átt að trúa er svo mikið rugl og það maður sér það bara í gennum alla bókina að hún að segja hei, ekki trúa á falskuði. Þeir munu leiða því dauða, þeir munu leiða því villu. Við hérna nokkuð vess sem ég tók saman sem að svona datt í hug þegar ég las þetta. Þú lesa eitthvað? Sér að Korintharbréf hérna 10:4-5. Er þetta þá? Já. Því að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarðnesk heldur máttu vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar á allt sem hreykir sér gegn þekkingunni á Guði og hertökum hverja hugsundir hlýðinu við Krist. Hérna sömulegis Jóhannesguðspjalli 14. kafla, hérna Jesús að tala. Jesús svaraði, sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þið heyrið er ekki mitt heldur föðurins sem sendi mig. Já, og já, við getum tekið Matthíusarguðspjall 28, 18-20, þetta náttúrulega bara það sem við eigum að vera að gera sem kristni menn. Já, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þó og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Þannig hvað hefur að gera? Að fara út að skýra fólk, við að gera lærisveina og hvernig þið lítur út að gera lærisveina, ekki bara kenna þeim það sem Jesús hefur sagt, heldur hvernig á að lifa í ljósi sannleika ritningarnar og þú veist sama með hana í Jóhannesguðspjalli þá hann að segja, hei, ef þú elskar mér raunverulega þá ertu að fara að breyta hvernig þú trúir og hvernig þú hagar þú veist, og það að þú sért biskup og sért að segja, hei, þetta er ekkert bók sem er að segja þér hverju þú átt að trúa eða svona, þú þurfir að trúa ákveðin hátt en þú lest orð Jesú og bara eitthvað, það er ekki sú hugmynd sem þú gengur út með ef þú bara lest orð Jesú og tekur þau alvarlega. Já, mitt. Þetta er eitthvað gott að bara sérna líka en það var síðara Tímóteusbréf 4:2-5. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun bera er menn þóla ekki hina heilnum með kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa af ævintýrum, en verð þú algaður í öllu, þól ílt, ger verk trúboða, fullna þjónustu þína. Já, þannig er bara hvað, hann er Títus og hann er einmitt hann er að skrifa, fyrir ekki Tímoteus, hann er í Efesusborg og hann er að leitast eftir að gera biskupa, gera þjálfu fólk sem að veita kirkjunni yfirsýn og hann er að segja hann að predika þú orðið, gef þig í tíma og ótíma vanda að ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu því að þann tíma mun koma fólk þolir ekki hina heilnæmi kenningu þannig að þitt verk er að standa á sannleik Guðs og segja þetta er rétta leiðin, þetta er það sem Jesús kendi og að þú vilt elska Jesú þá heyrir ekki bara hvað hann segir, þú fylgir því eftir og já, og saman með Rómarbréf 1:28 þar eða þeir hirti ekki að varðveita þekkingun á Guði og ofriðstildi Guð þá ósæmilegu höfuðvari svo að þeir gjörðu það sem ekki er tilhlýðilegt og svo bara það er svona rosalega mikið mismundi vess eða bara Jesús segir, hei, ef þú vilt fylgja mér þá skaltu afneita sjálfu þér taka upp kross þinn og fylgja mér því að hver maður sem
týna sínu lífi mín vegna mun finna það hvað stóða mannin eignast allan heiminn en ekki fyrirgjöra sálu sinni og þannig að þannig að biskupinn ekki tengdur öllu Íslandi, hún ekki biskup Íslands, hún biskup þjóðkirkjunnar og ég held að við ættum bara að taka til svona til athugunar bara að við eigum náttúrulega að biðja fyrir þeim sem að þú veist, eru settir yfir okkur og ég held að kannski sérstaklega þá verið fólkamett sem að þú veist, kannski hefur áhyggjur og að vinnandi þú veist, innan þjóðkirkjunnar þú veist, bara, og sem náttúrulega bara fyrir okkur líka fyrir utan bara við eigum að biðja veist, bara biðja fyrir henni og biðja fyrir að drottin mætti bara hjálpir að snúa frá þessu og það væri geggjað að sjá þjóðkirkjunnar byggða upp aftur og svona, þú veist, út af því að líka bara svona, þú veist, ok, þetta lúterska kirkjan þú veist, hún komið svo langt frá kenningum Lúthers en Lúther var líka þekktur sem maður sem að, þú veist, byrjaði eitthvað og svona átt að vera siðbótinni eða endurbótinni eða hvað sem, þú veist, hann ætlaði að koma og vildi breyta kaþólsku kirkjunni og sem varð í rauninni það að gerist ekki, heldur gerist lúterska kirkjan, þú veist og ég vona að það þurfi ekki bara eitthvað svona, herðu þjóðkirkjan bara farin og ekki orðin að neinu og stendur ekki fyrir neitt og þú veist, út af því að það fagnaðarendi sem við boðum það sem gefur kirkjunu vald það þú veist, Rómarbréfið 1:16 talar að það vald Guðs, þú veist og ef við hendum í burtu þeim boðskap sem okkur hefur verið gefið þá mun fólk sjá í gegnum það mun átt að sjá því að kirkjan hefur ekkert upp á að bjóða sem að aðrar félagsstofnunir get ekki gert. Þú ert að saga greinina sem þú situr á ef þú segir, ég ætla að lækka þröskuldin með því að henda kenningum út og því að ég held að fólk þegar leitar í kirkjuna þá það að spyrja, ert þú með eitthvað meira en það sem heimurinn með? Já, ég ætla að koma inn það bara, þú veist, að bara þetta sérstaklega, þú veist, að fagnarendi kraftur Guðs og til hjálpræðist þeim sem að heyra það og þú veist að við eigum raunverulega ekki að skammast okkur fyrir það, þú veist, þannig að það alveg þess virði, þú veist, eins og núna að tala ef það kannski einhver sem eins og núna, þú veist, í mjög opinberu stöðu og rauninni að gera lítið úr því fagnarendi sem að sendi drottin okkar Jesú Krist á krossin og en ekki í einhverju ilsku, alls ekki, en það bara, þú veist, bara í kærleika, bara svona, við þurfum að biðja fyrir henni og virkilega vonast eftir að þetta breytir, og líka bara ef þú ert inn í þjóðkirkjunni, myndi ég kannski, þú veist, út að ég reyndar að finna þess að trúa en það þú veist, ef ég væri ráðinn inn í biskup í ykkur svona stóra kirkju og það væri sagt að mitt hlutverk væri að venda kenningu kirkjunar, þá væri fyrsta spurningin mín hver eru kenningu kirkjunar og þannig að ef þú ert meðlimur eða þú veist kannski starfandi og svona ok, mér langar að sjá breytingu en hvað get ég gert, að það var kannski fyrsta sem ég myndi gera bara að segja biðja Guðum að starfa og verka og taka þú veist, litlu fiskan á brauðin sem þú hefur og gera eitthvað magna með það í öðru lagi spyrja, hei, hver kenning kirkjunar, eitthvað það sem ég get lesið eða erum við að miða við eitthvað, hvernig veit ég hvort hún sé að standa sig vel í starfinu eða ekki ef ég veit ekki einu sinni hvað hún að verja þannig að ég myndi mæla með því, kannski ykkur þjóðkirkjuprestur að hlusta á þetta og hann vil senda mér ef það einhver linkur inn á trúarjánhugurinn sem ég bara fann ekki þá endilega með að senda mér. En já, takk fyrir að hlusta og eins og segi bara, sýnir bara mikilvægi bænarinnar fyrir öllum þeim sem að segjast ganga fyrir Jesú Kristi, að við sem að biðja fyrir okkur öðru og bara sýnir okkur hvað ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera í orðinu og hlusta eftir hvað Guð vil segja og lifa samkvæmt honum, af því að ég held að sé mjög auðvelt fyrir okkur öll bara að leiðast út í eitthvað ef við erum ekki varkar. Þannig að Ertu með eitthvað lag fyrir okkur? Já, takk fyrir að minna mig á þetta. Ertu með lagið? Ertu með það? Herðu, þetta heitir þetta er með Lauren Daigle og heitir Ego. Gjörðu svo vel.